Já, komið þið sæl, ég heiti Sigurgeir og vinn á Landsbókasafni. Ég ætla ekki að tala neitt voða lengi, því að ég veit að þeir eru kaffi þyrst. Ég ætla bara að kynna rétt hérna glænýtt verklag varðandi safnfærslur. Nú eins og við vitum öll að þá eru bókasafn frábærir staðir og ýmislegt þar að finna annað en bækur sem að söfn lána út og þess vegna þurfum við safnfærslur sem að eru fyrir ýmis gögn sem að söfn þurfa að geta lánað út eins og þið sjáðu þarna dæmi um. Og þetta á náttúrulega ekki heima í hefðbundnum skráningarfærslum. Og það er þannig að hvert safn býr til og uppfærir sínar eigin safnfærslur og færslusnið fyrir safnfærslur eru til í sameiginlegt í sameiginlegum færslusniðum í lýsikarna ritli. Safnfærslunar sjálfar innihalda ekki mikið af upplýsingum um eintökin sem þar eru tengd við færsluna. En í eintakafærslunni þarf að tiltaka hvaða gagn ræðir, til dæmis númer á iPad og svo framvegis. Næsta. Og til þessar þrjár megingerðir af safnfærslum, sem sagt fyrir tæki og tól, spil og leikföng og bækur og önnur gögn, og ekki á að nota eina og sömu safnfærsluna fyrir þessar mismunandi gerðir viðfanga. Ef safn lánar bæði út tæki og tól eða spil og leikföng, þarf það eiga sitt hvora safnfærsluna fyrir þessar mismunandi tegundir. Og svo er hægt að fela safnfærslur fyrir notendum. Þetta á viðtalt kannski ef að safn vill lána út heyrnartól sem að það vill lána notendum sínum, en safnfærslan sjálf þarf kannski ekki vera til á leitir. Næsta. Já, og svo er þetta nýja verklag sem sagt. Við erum sem sagt búin að fækka tegundum af safnfærslum. Þar voru til nokkrar tegundir, efnistegundir, en núna erum við bara með eina efnistegund sem er blandað efni sem allar safnfærslur fara undir. Og gömlu safnfærslunum voru þannig að safnkóðinn var settur í svið 245, sem sagt HMAAN, sem er eitthvað sem að engin notandi myndi nokkuð tíman skilja. Þetta er bara einhver dulmálslíkill sem kannski bara við skiljum. Þannig að við breytum þessu þannig að við tókum þetta ekki út. Við fórum yfir allar safnfærslur og löguðum þetta. Skráningaráð, skiptum þessum bara á milli okkar. Færðum það í 246 en settum þá nafnið í staðinn í 245. Þannig að það bara mjög sést bara greinilega hvað ræðir hérna í 245. Það er bara, þetta er safnfærsla, þetta er, já, sem Amtsbókasafnið á Akureyri á og þetta er kökuform. Þetta er bara auðvelda notendum að átta sig á því hvað þetta er. Finna það sem þau vilja finna. Og næsta glæra. Og hérna sjáum við mismunandi safnfærslur hjá Amtsbókasafninu og þau eru með ýmislegt þarna á amtinu til útláns eins og verkfæri, líkamsrækt. Við fáum að vita hvað það er eftir smá stund. Kökuform, garðverkfæri og sögupókar, Einar Áskell. Og já, næsta. Og þarna undir líkamsrækt þá sjáum við að þetta eru ýmislegt göngustafur, 2 stykki, teygja rauð, önnur teygja rauð, breið og svo er ekki breið, ketibjalla 8 kíló, teygja gul, frisbygólf, taska með 3 diskum, sippuband og lóð 6 kíló. Þetta er bara mjög lýsandi fyrir notendur til þess að fara á safnið sitt til þess að, lega sér lóð og teygjur. Og ég hef ekki meira að segja, þetta er bara svona og nú er bara kaffi. Gjörðu svo vel.